Nauðungarstjórnun mætti einnig kalla internal terrorism. Nauðungarstjórnun, samkvæmt skilgreiningu Evans Stark, snýst ekki endilega fyrst og fremst líkamlegt ofbeldi, heldur miklu fremur skerðingu á frelsi þolanda til að stjórna eigin lífi. Með því ekki verið að gera lítið úr alvarleika líkamlegs ofbeldis, sem getur átt sér stað sem partur af heimilisofbeldi. Stundum þó engu líkamlegu ofbeldi beitt eða það telst minniháttar. Því þarf að leggja áherslu á þann þátt sem mikilvægastur, stjórnunina. Andlegt ofbeldi. Samkvæmt skilgreiningu á nauðungarstjórnun ofbeldi ein af fjölmörgum aðferðum, svo sem einangrun, smánun, gaslýsingu og ofurstjórnun á daglegum athöfnum, eins og símtölum, netnotkun, klæðnaði, mat, hverja þolandinn umgengst og svo framvegis. Gerandi býr til heim þar sem þolandinn stöðugt gagnrýndur og undir smásjá. Öll hegðun vegin og metin á grundvelli ófyrirsjáanlegra og síbreytilegra reglna. Þessar reglur eiga uppruna sinn í hugmyndum gerandans hvernig þolandinn á að haga sér gagnvart honum, hvernig hann eigi að elda, halda hreinu, ala upp börn, vera í rúminu og innan annað fólk. Nauðungarstjórnun eða coercive control regnhlífar hugtak yfir margar tegundir ofbeldishegðunar og hjálpar okkur að skilja ofbeldi í nánum samböndum sem mynstur stjórnunar, umsáturs, eftirlits og ofbeldis. Þetta í raun og veru aðferðir sem notaðar til að ná stjórn yfir maka sínum og breyta hegðun hans. Þetta mynstur miðast að því að skerða frelsi þolandans, taka frá honum eigin sjálfsmynd og sjálfsögð mannréttindi. Sá skilningur hefur gjarnan verið lagður í hugtakið heimilisofbeldi að það feli í sér atvik eða röð atvika þar sem að núverandi eða fyrrverandi maki, sambúðarmaki eða kærasti eða kærasta beitir líkamlegu ofbeldi eða jafnvel að það nái yfir einstaka rifrildi. En hugtakið nauðungarstjórnun felur í sér svo miklu meira og þótt einstaka deilur eða rifrildi geti sannarlega verið hluti af nauðungarstjórnun mikilvægt að skilja að hún ofbeldismynstur sem yfirleitt hefur þróast yfir tíma og sem getur endað í limlestingum og manndrápum.